Góðan daginn. Ég set hér 35. fund bæjarstjórnar sem haldinn í bæjarstjórnarsal mánudaginn 28. apríl 2025 og hófst hann klukkan 13:08. Byrja á því að óska ykkur öllum gleðilegs sumars og þakka fyrir veturinn. Fundinn sitja hérna Ragnar Már Ragnarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir, Kristján Hildibrandsson, Sæþór Þorbergsson, Ragnar Ingi Sigurðsson og Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir. Hér einnig Gyða Steinsdóttir sem rita fundargerð og Jón Sindri Emilsson sem sér útsendingu og hér Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson bæjarstjóri. Á dagskránni eru 22 liðir og ég ætla að biðja að fá breytingu á dagskrá þannig að liður 21 verður 22 ef þið eru samþykkt því. Og það er samþykkt samhljóða og þá getum við gengið til dagskrár. Fyrsta mál fundargerð skipulagsnefndar frá 29. fundi nefndarinnar. Þetta lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Liður 2 atvinnu- og nýsköpunarnefnd Stykkishólmsbæjar lögðu fram fundargerð frá 5. fundi nefndarinnar og lagt hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 2. Enginn kveðið sér hljóðs. Liður 3 umhverfis- og náttúruverndarnefnd fundargerð frá 5. fundi nefndarinnar og lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveðið sér hljóðs. 4. liður fundargerð bæjarráðs frá 32. fundi bæjarráðs lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveðið sér hljóðs. 5. liður fundargerð frá fulltrúaráðsfundi EBI sem var haldið 19. mars síðastliðinn og lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Og það kveðið sér enginn hljóðs. 7. liður fundargerð stjórnar Hafnasambands Íslands. Þeir lagðar hér frá fundargerð frá fundum nr. 470 og 471 frá 19. febrúar og 28. mars 2025 og þetta lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Og enginn kveðið sér hljóðs. 7. liður fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það lagðar fram fundargerðir nr. 973, 974, 975 og 976 og þetta fundir frá 14., 19. og 20. mars og 4. apríl 2025 og þetta lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveðið sér hljóðs. 8. liður rokkhátíð í Stykkishólmi. Þungarokkshátíðin Sátan fór fram í Stykkishólmi dagana 7. til 9. júní 2024. Safna- og menningarmálanefnd hvatti á 5. fundi sínum til þess að leita verði leiða að sanngjarnri niðurstöðu milli sveitarfélagsins og forsvarsmanna Sátunar meðal annars varðandi aðstöðulegu og að tryggt sé að viðbóta kostnaði sveitarfélagsins vegna hátíðarinnar sé mætt. Bæjarráð tók samkomulag vegna Sátunar til umfjöllunar á 30. fundi sínum og fól bæjarstjóra að taka upp samtal við forsvarsmenn Sátunar á grunni fyrirliggjandi samningsdraga. Bæjarráð samþykkti á 32. fundi sínum fyrirliggjandi samningsdrög með þeim breytingum að fallist á að veita Sátunni 50% afslátt af gjaldskrá á árinu 2025 og 25% afslátt á árinu 2026 vegna afnota af húsnæði sveitarfélagsins vegna hátíðarinnar. Og orðið laust undir lið 8. Enginn kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Og allir ætla að mæta rokkhátíðina í sumar. 9. liður styrkumsóknir. Bæjarstjórn sveitarfélagsins Stykkishólms auglýsti þann 14. febrúar eftir styrkumsóknum frá einstaklingum og fyrirtækjum í samræmi við reglur styrkveitingar. Umsóknarfrestur var til og með 9. mars. Lagðar fram styrkumsóknir sem bárust auglýstum tíma. Bæjarráð lagði á 32. fundi sínum til við bæjarstjórn að veittir verði eftirtaldir styrkir. Skotveiði félags Snæfellsness krónur 100.000. Listasýning í Norska húsinu krónur 25.000.
Fangaðu augnablikið, krónur 25.000. Andvarinn í himinsfari, krónur 150.000. Júlíana, hátíð sögu og bóka, krónur 100.000. Eyrbyggja-sögufélag, sagnaskemmtanir, krónur 50.000. Heima í Hólmi, krónur 75.000. Fjallkonan, kraftlistingakeppni, krónur 150.000. Og Stykkishólmur koktelvíkend, krónur 75.000. Og orðið er laust undir lið 9. Og enginn hefur kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarráðs. Hverjir samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Þá kom að lið 10, sala á húsnæði á Skúlagötu 9. Það er lagt hér fram óformlegt tilboð í íbúð við Skúlagötu 9 ásamt tengdum gögnum. Á 31. fundi bæjarráðs fól bæjarráð bæjarstjóra að ganga til samninga með vísan til fyrirliggjandi gagna og leggja samning fyrir bæjarráð. Lögð eru fram drög á samningi. Bæjarráð lagði til á 32. fundi sínum til við bæjarstjórn að bæjarráði verði veitt fullnaðarumboð til töku ákvörðunar sölu á íbúðinni. Orðið er laust undir lið 10. Það hefur enginn kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn veitir bæjarráði fullnaðarumboð til töku ákvörðunar sölu á íbúðinni. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Já. Ragnar Már yfirgefur fundinn undir lið 11. Liður 11 er erindi vegna byggingarleyfisgjalda. Hér er lögð fram ósk styrk sem nemur byggingarleyfisgjöldum frá Frímúrarastúkunni Borg vegna framkvæmda á félagsaðstöðu félagsins við Smiðjustíg 3, en framkvæmdin mun koma til með að mæta aðgengi fatlaðra og hreyfihamlaðra að félagsaðstöðinni. Bæjarráð samþykkti á 32. fundi sínum styrk sem að nemur byggingarleyfisgjöldum og bæjarstjórn staðfesti, Já, er það ekki rétt. Sæþór Þorbergsson yfirgefur fundi líka undir lið 11. Já, orðið er laust undir lið 11. Enginn kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða af þeim sem hér eru inni, sem 4 atkvæðum. Sæþór og Ragnar Már hafa komið inn á fundinn aftur. Og það kom að lið 12 sem er breyting á deiliskipulagi Víkurhverfis. Hér er lögð fram breyting á deiliskipulagi Víkurhverfis vegna Bauluvíkur 1 og óskað er eftir breytingu samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Breytingin felur í sér eftirfarandi. Fyrsta lagi íbúðum fjölgar úr 4 til 6 í 10 íbúðir. Og öðru lagi byggingaréttir breytast þannig að 10 íbúðir passi betur á reitina og í þriðja lagi bílastæði fjölgað úr 7 í 13, að öðru leyti gilda aðrir skilmálar. Skipulagsnefnd samþykkti á 29. fundi sínum að auglýsa tillögu að breytingu deiliskipulags Víkurhverfis í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsnefnd benti þó á að göngustígar á íbúðum þurfa að vera það breiðir að sjúkrabíll komist að. Enn fremur að setja þurfi inn mælingar fyrir byggingarreit að lóðamörkum við Eldahverfi. Bæjarráð lagði til á 32. fundi sínum til við bæjarstjórn að auglýsa tillögu að breytingu deiliskipulags Víkurhverfis í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust en já, undir þessum lið. En það stendur upp á því að bæjarstjórn vísi málinu til næsta bæjarstjórnarfundar og hverju samþykkið því. Og það er samþykkt samhliða.
Það kom að lið 13. Ágústsson Reitur, skipulagsbreyting. Hér er lögð fram samantekt umsagna og athugasemda sem bárust yfir kynningu á vinnslustigi í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar og 4. málsgreinar 40. greinar skipulagslaga. Vinnslutillagan var í kynningu frá 7. febrúar til og með 7. mars síðastliðinn og tillögur bárust frá lögbundum umsagnaraðilum og frá íbúum í nágrenni skipulagssvæðisins. Jafnframt er lagt til að auglýsa tillögu að aðalskipulagsbreytingu samkvæmt 31. greinar skipulagslaga og tillögu að deiliskipulagi samkvæmt 41. greinar skipulagslaga. Skipulagsnefnd samþykkti á 29. fundi sínum að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Ennfremur heimilaði skipulagsnefnd að auglýsa tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bæjarráð lagði til á 32. fundi sínum til við bæjarstjórn að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og auglýsa tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið laust undir lið 13. Þá legg ég til að bæjarstjórn vísi málunum til næsta bæjarstjórnarfundar og hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. 14 Kallhamrar og Hamraendar, skipulagsáætlanir, aðalskipulagsbreyting og deiliskipulagsbreyting. Hér er lögð fram til samþykktar aðalskipulagsbreyting á aðalskipulagi Stykkishólms frá 2002 til 2022 og lögð fram samantekt umsagna og athugasemda sem bárust í kynningu á vinnslustigi í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Vinnslutillagan var í kynningu frá 28. febrúar til og með 28. mars síðastliðinn. Tillögur bárust frá lögbundnum umsagnaraðilum og frá hagsmunaaðilum. Á 29. fundi skipulagsnefndar var lagt til að tillaga að aðalskipulagsbreytingu verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga. Skipulagsnefnd samþykkti að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 vegna stækkunar athafnasvæðis við Hamraenda og grænna iðngarða við Kallhamar ásamt breytingu á flugvelli í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bæjarráð lagði til á 32. fundi sínum til við bæjarstjórn að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Og orðið er laust undir lið 14. Og enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 vegna stækkunar athafnasvæðis við Hamraenda og grænna iðngarða við Kallhamar ásamt breytingu á flugvelli í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá komið að lið 15 Kallhamar og Hamraendar, skipulagsáætlanir, aðalskipulagsbreyting og deiliskipulagsbreyting. Hér er lagðar fram til samþykktar deiliskipulagsáætlanir fyrir Kallhamar og Hamraenda. Ennfremur er lögð fram samantekt umsagna og athugasemda sem bárust við kynningu á vinnslustigi í samræmi við 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga. Vinnslutillagan var í kynningu frá 28. febrúar til og með 28. mars síðastliðinn. Tillögur bárust frá lögbundnum umsagnaraðilum og frá hagsmunaaðilum. Jafnframt er lagt til að auglýsa tillögur að deiliskipulagi samkvæmt 41. greinar skipulagslaga. Skipulagsnefnd samþykkti á 29. fundi sínum að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir annars vegar Kallhamar og hins vegar Hamraenda í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bæjarráð lagði til á 32. fundi sínum til við bæjarstjórn að auglýsa tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein deiliskipulagslaga nr. 123 frá 2010 og orðið er laust undir lið 15. Og enginn hefur kveðið sér ljós.
Bæjarstjórn samþykkir að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir annars vegar Kallhamar og hins vegar Hamrenda í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Hver eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Koma að lið 16, Berserkjahraun sjávarhús. Lögðu fram umsókn byggingar heimild fyrir frístundahús eða sjávarhús í landi Berserkjahrauns. Húsið er eitt rými með aflokari snyrtingu, byggt inn í landhalla, 50 metrum frá sjávarborði og aðkoma frá Helgasveitarvegi. Skipulagsnefnd samþykkti á 29. fundi sínum að afla umsóknar hjá Minjastofnun og Náttúruverndarstofnun. Ennfremur benti skipulagsnefnd á að þörf er að sækja framkvæmda leyfi fyrir veg að húsinu. Skipulagsnefnd bendir á að byggingareitur skal ekki vera nær en 50 metrum frá fjöruborði miðað við stórstrúmsflæði. Bæjarráð staðfesti á 32. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og orðið er laust undir lið 16. Það leggir til að bæjarstjórn vísi málinu til næsta bæjarstjórnarfundar. Hver eru samþykki því? Og það er samþykkt samhljóða. Liður 17. Hólar 5a, breytingu á aðskipulagi og nýtt deiliskipulag. Og Ragnar Már yfirgefur fundinn. Já, Hólar 5a, breytingu á aðskipulagi og nýtt deiliskipulag. Lögð hér fram samantekt umsagna og athugasemda sem bárust í kynningu á vinnslutillögu, breytingar á aðskipulagi Helgasveitar 2012 til 2024 í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar og deiliskipulagstillögu í samræmi við 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga. Vinnslutillagan var í kynningu frá 27. janúar til 24. febrúar 2025 og tillögu bárust frá lögbundnum umsóknaraðilum og frá nágrönnum. Lagt er til að auglýsa tillögu að breytingu á aðskipulagi Helgasveitar 2012 til 2024 samkvæmt 31. grein skipulagslaga. Jafnframt er lagt til að auglýsa tillögu að deiliskipulagi samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Skipulagsnefnd samþykkti á 29. fundi sínum að auglýsa tillögu að breytingu á aðskipulagi Helgasveitar 2012 til 2024 í samræmi við 31. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Ennfremur samþykkti nefndin að auglýsa deiliskipulagstillögu í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Bæjarráð lagði til á 32. fundi sínum til við bæjarstjórn að auglýsa tillögu að breytingu á aðskipulagi Helgasveitar 2012 til 2024 í samræmi við 31. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 og að auglýsa tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 og orðið er laust undir lið 17. Og engin kveðsljós. Bæjarstjórn samþykkir að auglýsa tillögu að breytingu á aðskipulagi Helgasveitar 2012 til 2024 í samræmi við 31. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 og að auglýsa tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 og hver eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhljóða með 6 atkvæðum og sæki ég. Ég ætlar ekki bara að vera í undir lið 17. Bara að vera viss. Það er komið að lið 18. Hólar 5a, umsókn byggingar áform og byggingar leyfi. Hér er lögð fram umsókn stækkun á frístundahúsi í 43 fermetrum ásamt 30,6 fermetra gróðurhúsi. Tillagan er í samræmi við fyrirliggjandi deiliskipulagstillögum og skipulagsnefnd tók á 29. fundi sínum fram að aðal- og deiliskipulag Hóla 5a er á leið í auglýsingu samkvæmt 31. og 41. greinar skipulagslaga og hefur meðferð málsins tafist. Því taldi nefndin ekki ástæðu til þess að aftraeiganda að hefja uppbyggingu við núverandi frístundahús og gróðurhús á lóðinni enda séu þau áform í samræmi við fyrirliggjandi skipulagsáform. Bæjarráð staðfesti á 32. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og orðið er laust undir lið 18.
og enginn hefur kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslur bæjarráðs og skipulagsnefndar. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Það komið að lið 19 sem er stefnumörkun opinna grænna svæða innan bæjarmarka í Stykkishólmi. Hér er lagt fram erindisbréf starfshóps stefnumörkun opinna grænna svæða innan bæjarmarka í Stykkishólmi. Umhverfis- og náttúruverndarnefnd lýsti á 4. fundi sínum yfir áhuga nefndarinnar á að halda áfram vinnu starfshópsins sem nú hefur hætt störfum. Bæjarstjórn samþykkti á 30. fundi sínum að fela umhverfis- og náttúruverndarnefnd að halda áfram vinnu starfshópsins í samræmi við fyrirliggjandi erindisbréf. Skipulagsnefnd gerði á 27. fundi sínum fyrir sitt leyti ekki athugasemdir við fyrirliggjandi vinnu og lýsti yfir vilja til þess að fá til skoðunar hugmyndir til umsagnar á síðari stigum. Skipulagsnefnd lagði áherslu á að leitað verði umsagnar RARIK áður en farið verði gróðursetningar á svæðum þar sem finna má lagnaleiðir. Bæjarráð staðfesti á 29. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vakti athygli umhverfis- og náttúruverndarnefndar á afgreiðslu skipulagsnefndar. Málefni var tekið til umfjöllunar á 15. fundi umhverfis- og náttúruverndarnefndar og lagði fram tillögur að áningarstöðum. Umhverfis- og náttúruverndarnefnd samþykkir fyrirliggjandi staðsetningar áningarstaða og fagnar þeim áformum sem liggja fyrir. Umhverfis- og náttúruverndarnefnd lagði til að farið verði í vinnu við að móta heildstæða tillögu að staðsetningu bekkja annars vegar í bæjarlandi og hins vegar innan þéttbýlis. Umhverfis- og náttúruverndarnefnd vísaði öðru leyti málum til frekari vinnslu í nefndinni og bæjarráð staðfesti á 32. fundi sínum afgreiðslu umhverfis- og náttúruverndarnefndar og orðalaust undir lið 19. Enginn kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu umhverfis- og náttúruverndarnefndar og bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Ég er hissa á því að lengi fara í pontu og fagna þessum nýju stígum og grænu svæðum og áningarsvæðum og bekkjum og öllu. Við erum örugglega öll mjög glöð með það samt. En liður 20, líka mjög ánægjulegt verkefni, gönguleiðir og forgangsröðun göngustíga. Lögð hér fram vinnugögn vegna hönnunar á gönguleiðum í sveitarfélaginu. Við gerð fjárhagsáætlunar lagði umhverfis- og náttúruverndarnefnd áherslu á áframhaldandi uppbyggingu á göngustígum. Nefndin lagði sérstaka áherslu á göngutengingum við strandlengju Kirkjustígs og Daldavíkur, áfram að Grensás, tengingu Sundabakka við Reitarveg og áfram Holtið og tengingu í enda Hjallatanga niður að Reiðveg. Lagðar eru hér fram tillögur að göngustígatengingum innan bæjar og göngustígum í bæjarlandinu í samræmi við fyrri umræðu þar Umhverfis- og náttúruverndarnefnd fagnaði á 5. fundi sínum þeim tillögum sem liggja fyrir og samþykkti þær. Og bæjarráð staðfesti á 32. fundi sínum afgreiðslu umhverfis- og náttúruverndarnefndar og fól skipulagsfulltrúa að vinna tillögu að mótun stefnu staðsetningu bekkja í sveitarfélaginu í heild sinni annars vegar og hins vegar í þéttbýlinu. Og orðið er laust undir lið 20. Enginn kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu umhverfis- og náttúruverndarnefndar og bæjarráðs. Hverjir samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. En það væri náttúrulega gali að vera á móti þessu. Öllum þessu dásögu stígum. Og gott fyrir fólk að hafa bekkin til að hvíla sig eftir að tala svo göngur. Liður 21. Auglýsing lausra lóða. Lagt er til að Nesvegur 14a verði auglýst laust til umsóknar. Bæjarráð samþykkti á 32. fundi sínum að lóðin Nesvegur 14a verði auglýst laust til umsóknar og orðið er laust undir lið 21. Enginn kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá ætlum við hér að rjúfa útsendingu af því að liður 22 verður fjallað hann þessi trúnaðarmál að svo konu máli. Þannig að við rjúfum útsendingu og ég þakka þeim sem á hlýddu og þeim sem eiga eftir að horfa á þennan fund sér. Segi bara takk.